Hlutverkið mitt í kerfinu er léttur, ég er léttur notandi og ég sé að ég á 4 ósamþykktar línur núna í kerfinu og við ætlum aðeins að vinna með það núna. Ég smelli bara á töluna og fæ svo að þetta eru 4 reikningar sem að ég ætla núna að vinna með. Sjáum þá hér. Einfalt er að setja upp sjálfvirka samþykkt fyrir uppáskriftarreikninga og ég ætla að fara aðeins yfir ferlið, hvernig þetta er gert. Við erum hérna með dæmi orkureikning sem kemur mánaðarlega og upphæðin í þetta skipti er 14.202 og ég vil setja svona reikning í sjálfvirka samþykkt í framtíðinni og það er gert á eftirfarandi hátt. Undir samþykkja er komin nýr aðgerðarhnappur sem heitir setja í sjálfvirka samþykkt. Við smellum á hann og fáum yfirlitsglugga sem heitir skilyrði sjálfvirkra samþykta. Hérna er þá kerfið búið að taka allar upplýsingarnar úr viðkomandi reikning, kennitala lánardrottins, heitið og svo hefur hann tekið upphæðina úr reikningnum og sett hana hérna í lágmarks- og hámarksupphæð. Hann hefur tengt deildina við og málaflokkinn. Hérna getum við þá sett ákveðna lágmarksupphæð, við setjum sem dæmi bara 2000 og 2000 upp í kannski 15.000 og síðan er hér sjálfvirk endurnýjun og sjálfvirkt er hér valið mánaðarlega og það þýðir þá að ef að það kemur nýr reikningur til dæmis frá Orku náttúrunnar innan mánaðar að þá er hann ekki samþyktur í gegnum sjálfvirka ferli, þá er það bara einn. Þannig að sem dæmi koma fleiri reikningar frá viðkomandi lánardrottni að þá þarf þá að hafa annaðhvort vikulega eða daglega. Einnig þarf að velja hvort að maður á að samþykkja línur eða haus eða bæði og einnig í lýsingu er til dæmis hægt að setja inn þá skilyrði varðandi til dæmis fasteign eða eitthvað annað slíkt ef að reikningarnir eru á þann veginn. En með stillingarna svona þýðir þetta að framvegis munu allir reikningar frá Orku náttúrunnar sem viðkomandi notandi á að samþykkja og þeir eru á bilinu 2000 til 15.000 og þeir verða sjálfvirt samþykktir einu sinni í mánuði. Þessi tiltekni reikningur er reyndar svo bara samþykktur á hefðbundinn hátt en næst þegar nýr reikningur frá Orku náttúrunnar kemur inn í kerfið þá mun kerfið skoða skilyrðin sem sett voru, passa þau við þennan reikning sem var að koma inn eða ekki og ef svo er að þá er reikningurinn samþykktur sjálfvirt. Ef skilyrðin passa ekki við reikningin þá í raun býður reikningurinn bara samþykktar eins og samkvæmt hefðbundnu ferli. Til þess að notendur geti nýtt sér þessa virkni þá þarf að búa til 2 nýja öryggishópa í Microsoft Admin Center. Það væru til dæmis gott nöfn væri sjálfvirk samþykkt og sjálfvirk samþykkt stjórnandi eða eitthvað í þeim dúr og notendur settir í annarkotn hópin. Þessar heimildir heita Approval Auto Admin og Approval Auto Basic. Þeir sem eru settir í admin-grúppuna, þeir munu þá sjá alla reikninga sem eru samþykktir sjálfvirt og hverjir ekki og af hvaða notendum. En notendur í Basic hópnum munu auðvitað bara sjá eingöngu sína reikninga. Varðandi þessa öryggishópa, kerfisstjórinn eða þá notandi sem hefur admin réttindi
getur sett upp þessa öryggishópa, en ef þörf á okkar aðstoð við uppsetningu á þessu ferli þá bara sendi inn beiðni og við hjálpum ykkur með það.